Í þessari vísu er leitað í náttúruna til þess að fá viðlíkingu við líf mannsins. Hér er dregin upp mynd af erni sem að leita sér ætis á sjávarströnd. Örninn þarf að bjarga sér sjálfur, hann er einn, það er enginn sem að hjálpar honum. Og eins er sá maður sem að á sér enga stuðningsmenn, á sér enga fylgjendur og kemur á mannamót, hann er einn. Snapir og gnapir er til sævar kemur, örn á aldin mar. Örninn mænir eftir matnum og teygir fram álkuna og horfir yfir hafið. Svo er, þannig er, maður er með mörgum kemur og á formælendur fáa, á sér fáa málsvara. Hann er einn, líkt og örninn. Það er mikilvægt að geta þagað yfir leyndarmálum og líka að geta átt sín leyndarmál með sjálfum sér. Fregna og segja skal fróðra hver sá er vill heitinn horskur. Hver sem er fróður og vill vera talinn vitur, hann verður að geta spurt frétta og líka sagt fréttir. Einn vita né annar skal. Það er að segja ef að maður býr í leyndarmáli, þá borgar sér ekki að segja það öðrum. Þjóð veit ef þrír eru. Leið og þrír menn vita leyndarmálið, þá vita allir það. Og þetta er eins og máltækið segir, þjóð veit, þá er þrír vita. Það er mikilvægt að fara gætilega með vald sitt. Hraustur og valdamikill maður, hann á ekki að ofmetnast og monta sig af valdi sínu. Hann á ekki að telja sig eitthvað betri eða sterkari en aðrir menn. Ríki sitt skili ráðsnotra hver í hófi hafa. Hver vitur maður skal hafa vald sitt í hófi. Þá hann það finnur er með fræknum kemur að engi er einna hvatastur. Hann finnur það þegar hann kemur með öðrum hraustum mönnum að það er enginn öllum öðrum fljótari, hvatastur. Hér er farið úr 64. vísu í 67. vísu. Og hér er bent á það að það er hvoru tveggja ókurteisi og svona klaufalegt að koma of snemma í veislur og að koma of seint í veislur. Mikilsti snemma kom ég ekki í marga staði en til síð í suma. Ég kom allt of snemma í suma staði en of seint í aðra, eða í suma. Öl var drukkið, sumt var ólagað, sjaldan hittir leiður í lið. Það drukkið öl og sumt var ekki fyllilega bruggað og svo kemur í lokin þarna máltæki sem merkir að sá leiðinlegi komi alltaf of snemma eða of seint. Það er að segja sjaldan kemur leiðinlegur maður á réttum tíma. Hverju manni eru nauðsynleg ákveðin frumgæði. Frumgæði lífsins eru eldur, arineldur, því að þannig heitum menn hús sín og eldur matinn. Sólarsýn, þeir þurfa að sjá til sólar og við vitum það hvað við hér á norðurslóðum metum vel birtuna þegar fer að birta aftur á vorin og hversu við söknum hennar á veturna þegar allt dimmt. Og þriðja er heilindi sitt, sem er líkamleg góð heilsa og síðan er það að lifa lastalausu lífi. Eldur er bestur með ýta sonum og sólarsýn, heilindi sitt, ef maður hafa náir, ef maður nær að varðveita heilindi sitt
án við löst að lifa og að lifa án lastar, án einhvers siðferðisbrest, lifa lastalausu lífi. Þetta eru 4 frumgæði lífsins. Og svo þó að lífið hafi gengið erfiðlega, og þó að menn hafi tapað heilsunni, þá eru alltaf ljósir punktar í lífinu sem gera það þess virði að lifa því. Á þessum tíma þá, eins og við lesum í Íslendingasögunum, þá gert meira úr lífi karlmanna heldur en kvenmanna, þannig að líf manna var verðlagt hærra heldur en kvenmanna. Og það kemur fram kannski aðeins í þessari vísu, er að maður alls vesall, þátt hann sé illa heill. Þar maður ekki algjörlega vesæll, þó maður sé ekki með góða heilsu. Og hér sagt af hverju. Því það eru börnin sem skipta máli, og hér í þessu tilfelli talað syni. Sumir af sonum sæll, sumir af frændum, sumir af vinum sínum, sumir af ærnu fé, sumir af miklu fé, og sumir af verkum vel. Og maður er mikils virði af því hann getur verið stoltur af verkum sínum. Líkt og í þjóðfélagi nútímans þar sem að við þurfum á öllum að halda, allir eru mikilvægir fyrir þjóðfélagið, að þá líka bent á það í þessari vísu að það geta allir gert eitthvað. Allir geta starfað við eitthvað, þó svo að það sé eitthvað sem að hafa komið fyrir þá, eða eitthvað sem að hái þeim, eða eitthvað líkamlegt sem að virðist standa í vegi fyrir þeir geti gert allt, en allir geta eitthvað. Haltur ríður hrossi. Maður sem er haltur, þó svo geti ekki gengið hlaupið, þá getur hann setið hest. Hjörð rekur handarvanur. Sá sem er handarvanur, það vantar á hann höndina, hann er einhentur. Hann getur, samt sem áður, unnið við það að reka áfram fé, reka hjörð. Daufur vegur og dugir. Sá sem er daufur, það er sá sem er, eins og heitir á ensku deaf, heyrnarlaus. Hann getur barist og verið hraustur í bardaga. Blindur er betri en brenndur sé. Blindur maður kemur að meira gagni heldur en brenndur eða dauður maður. Og svo lokin klikkt út með þessu spakmæli, nýtur manki nás. Nás er eignarfalli af nár, og nár þýðir lík eða dauður maður. Það er enginn sem er not af líki eða dauðum manni. Lífið er alltaf þess virði að lifa því. Hér byrjað að tala orðstýr, og orðstýr er frægðarorð sem gengur af mönnum. Og orðstýr þá, góður orðstýr er gott umtal, eða góður dómur sem menn fá sjálfan sig. Hér lýst mikilvægi þess að reisa látnum mönnum bautasteina. Ef að slíkir steinar voru ekki reistir, þá hætt við því að menn gleymdust, menn féllu í gleymskunnar þá. Því að bautasteinninn tryggði, svona vissan hátt, líf eftir dauðan, og tryggði það að minningin eftir hinn dauða lifir. Þannig hér sagt frá því að sonur sem fæddur er eftir dauða föður sé betri en enginn, þó svo að faðirinn hafi ekki getað verið með syni sínum í lífinu, og þá skiptir sonurinn máli því að hann getur reist föður bautastein. Sonur er betri þótt sé síð of alinn. Sjaldan bautar steinar standa brautu nær, nema reisi niður að nið. Þannig að það er sjaldan sem bautasteinarnir eru reistir upp til minningar einhvern látinn mann, nema að sé sonurinn sem að sjá að gera það eftir föður sinn. Niður að nið. Og niður, þannig tengist þetta orðinu niðjar og niðjatal sem ættingjar. Hér varað við því að menn láti ekki glepjast af peningum. Varið ykkur á fégræðginni.
og það eins mikilvægt að vera ekki að álasa hinum eða skamma einhvern fyrir að vera fátækur. Til manngildið það ræðst ekki af því hvort maðurinn sé ríkur eða fátækur. Veita hinn er vænt ekki veit. Veit ekki sá sem ekkert veit. Margur verður af aurum api. Og hér er api heimskingji. Maður er auðugur, annar óauðugur, skilit þann vítkaf ár. Í lokin bent á, það á ekki að áfellast þann sem er fátækur. Þetta er ein þekktasta vísa Hávamála og vert að gefa henni í gaum. Hér er talað orðstír, deyr fé, deyja frændur, deyr sjálfur hið sama. En orðstír deyr aldrei, hveim er sér góðan getur. Allt er í heiminum hverfult og maður getur glatað fé, frændur, vinir deyja og lokum deyr maður sjálfur. En gott mannorð deyr aldrei, því sá maður sem hefur lifað dygðugu og heilbrigðu lífi, hann fær góðan orðstír og hann verður þannig eilífur. Þannig að hér er lögð áhersla á að framhaldslíf hins látna. Það byggist á þeim orðstír sem hann hefur getið sér í lifanda lífi. Hér aftur hnytt á þessu bara á svolítið ólíkan hátt í seinni helming vísunnar. Deyr fé, deyja frændur, deyr sjálfur hið sama. Ég veit einn að aldrei deyr, dómur dauðan hvern. Það eina sem stendur eftir fyrir dauðan, sama hversu ríkur maður er, sama hversu miklu hann hefur safnað sér að fé, sama hversu miklu hann hefur safnað sér af hlutum og veraldlegum eigum, hið eina sem stendur á sér tíman er álit þeirra sem eftir lifa. Því er það umhugsunarvert að vera dygðugur, heilbrigður og leggja áherslu á það frekar heldur en efnisleg gæði. Hér er bent á heimildirnar sem voru notaðar í þessari umfjöllun að sjálfsvið skiptir ofnari langi miklu máli í þessu kennslubókin, en hér er líka vísað í vef á flensborg.is og bókin Hávamál í ljósi íslenskrar menningar eftir Hermann Pálsson.